sumarskapi. Stöð 2, Stjarnan og Hótel Ísland í sumarskapi. Og hér eru stjórnendur kvöldsins, Saga Jónsdóttir og Bjarni Dagur Jónsson. Gott kvöld, góðu gestir, og verið velkomin til okkar hérna á Hótel Ísland í sumarskapið. Já, gott kvöld, verið velkomin. Þetta bein útsending á Stöð 2 og líka á Stjörnunni. Þið munið eftir að stilla stereóið svona sæmilega hátt svo þið heyrið allan hljómburð mjög vel skýrt og greinilega, söng og tónlist og rapp og spjall. Já, hér með okkur í kvöld eru hestamenn og meðal annara eru hér hestamannafélagið Gustur. Og hestamannafélagið Pákur. Og einni hér Sörli líka, hestamannafélagið. Og Andvari hérna líka. Glæsilegir hópar. Og ekki veit ég hvort þau tengjast mikið hestamennskunni. Hér líka starfsfólk Miklagars, verið velkomin. Og hér líka starfsfólkið í Kaupstað. Þröstur Ólafsson kemur eftir og dansar við allan hópinn. Það verður mikið fjör þá. En hestamenn eru ákaflega skemmtilegt fólk og þeim dettur alltaf eitthvað skemmtilegt í hug. Þeir syngja og leika. Hafið þið heyrt þessa skemmtilegu vísu? Þeir byggðu reiðhöll, hestamenn, og þá var þessi vísa til: reisur víðum fjöllin fríð, fjölga líða sinni, en gerir hríð og garra tíð, gott að ríða inni. Það er varla hægt að tala. Það er varla hægt að tala svo reiðmennsku að það verði ekki eitthvað úr því tvírætt orðalag og sumir fara að hjóta hjá sér. Þetta byggist á því hvernig menn nálgast hestamennskuna. En þið látið ykkur ekki bregða þó margt gerist hér einkennilegt í kvöld. Engin veit fyrir allt í einu, eins og kallinn sagði fyrir norðan. Lítum nú aðeins í kringum okkur. Að kynna þennan hestamann fyrir hestamönnum, en fyrir þá sem heima fyrir þá þetta Sigurbjörn Bárðarsson. Hann búinn að vinna alla mögulega og ómögulega titla í hestamennskunni. Hann Evrópumeistari og Íslandsmeistari og hann heimsmeistari, hvað þá meira, og hann lætur sig ekki munað að koma með sjóhest hingað inn. Þessir hestur vanur sjóinu. Ertu velkomin til okkar. Takk fyrir. Eigum við kannski að tylla okkur niður og gefa hann gott lag. Sigurbjörn, þú þekkir hestana útófinn. Við langar til að vita, Sigurbjörn, eru hestarnir jafn ólíkir eins og mennirnir? Já, ég verð að segja það, því að maður fer að hugleiða til dæmis með mennina, að þá dettum við nú í hugvinnur okkar Floss Ólafsson. Hann hefur nú sagt það á prenti að hann æski þess að líkjast Jónasi Haralds. Og það verður að segjast eins og með hestana, þeir eru mjög ólíkir og það hefur samt ákveðin þáttur mjög með hestunum. Það það að þeir eru samanreknir og afskaplega sterklegir og það hefur skeð svona í gegnum aldana rás að þessir svona araba hestar með löngu útlimi og langa háls, þeir hafa eiginlega dottið út úr hestakyninu vegna harðinda og annars slíks, þeir hafa ekki lifað af. Það nefnilega það. Þetta alvarlega hliðin á sig, en við eftir í huga þessi hestur lítur ljómandi vel út og hér heistar við hliðin á okkur bundi hei. Eru hestar matvandir? Alveg örugglega. Mér minnistætt með eitt góðan vinn minn, Ragnar Tómasson lögmann. Hann á afskaplega fallegt hús hérna upp á Gufuneshöfða
og með afskaplega fallegan garð þar við húsið, skrýttan blómum og rósum og öðru slíku, og hann hefur stundum uppáhaldshrossin sín út í garði, þó kannski eitt og eitt bara í einu. Og það skeiði einu svona að vordegi þegar hann var að ferma, að þá var hann með uppáhaldshrossu sín út í garði, sem Elísa heitir, og þar hafði hún náttúrulega allt, túlípan og annað til þess að geða sér á og fóðurbætur og annað slíkt, en það var verið að ferma og desertin hafði verið skilin eftir til kælingar út í garðinum, og þegar átt að fara að neyta desertsins, þá var Elísa búin að klára þarna 50 manna desert. Þetta var skemmtileg saga hjá þér. En spurningin, getum við boðið hestinum þínum upp á eitthvað? Hæringi? Eru einhverja veitingar hér á staðnum sem við getum boðið upp á? Er ekki tilvalið að hesturinn fái hestaskál til dæmis? Hörður yfirþjónn? Nó, það er bara komið með fínasta kampavín. Það er spurning hvort að þessi hestur bragðar það. Já, mér sýnist eins og hann. Það er spurningin, Hörður, hvort hún lítist betur á það sem er í skálinni. Veitum við? Er hann nokkuð þorstaheftur? En það er spurning um brauðið þá. Mér dettur í hug, leiðist hestum... Nei, býttu nú við. Já, takk fyrir. Honum líst vel á brauðið frá Óla Laufdal þessum. Það var svolítið skemmtilegt, við hittumst hér í kvöld, ég og Óli Laufdal, og ég þurfti að segja honum það 7 sinnum að það kæmi lifandi hestur hingað inn. Óli sagði, er það ekki rugguhestur? Ég sagði, nei, það er hestur. Af hold og blóði, spurði Óli Laufdal. Ég sagði, já. Og er hann borinn inn? Nei, honum er riðið. Og upp alla þessar tröppur, sagði Óli Laufdal. Já. Heldur hann detti ekki á gestina. En mér dettur í hug, leiðist hestunum víndrykkjan? Já, það er varla hægt að segja það ef við hugsum dönsku brugghestana. Þeir virðast hafa alist upp við þetta lengi og verða ekki mikið En ég segi nú fyrir mitt leyti að þegar bjórinn fer að flæða hérna inn og þetta fer að verða yfir hestunum okkar svona mikið, að þá óar mig við. Daginn vorum við hér að ræða kynlíf laxa við hann Össur Skarphéðinsson. Af hverju hlægið að því? Mér dettur í hug, getur það verið að stóðhestarnir verði stundum skotnir í hryssunum? Já, við teljum það. Já. En það verður nú að segjast eins og með stóðhestana að þeir eru svolítið sérstakir. Við ættum kannski að taka þá til fyrirmyndar vegna þess að þeir hafa þann sið að þegar þeir eru komnir í stóðið sitt og hafa sína merar, að þeir gagna þeim gömlu fyrst. Ég tók eftir að fullorðnu konurnar klöppuðu hæst hér í salnum. En mér dettur í hug, eru hestar rómantískir? Já, mín reynsla er sú að út í guðsgrænni náttúrunni þar sem að stóðhesturinn er kominn með merarnar sínar, þá er nú varla hægt að sjá meiri rómantík eða verða vitni að, og það er óbrigðult hómapataráð ef fólk er svona aðeins verða að reskjast og það svona vill ekki alveg upp við fyrsta stöð svona, við fyrsta tækifæri, að fara út í náttúrun og fylgjast með stóðhest í aksjón. En getur gamli stóðhesturinn kennt þeim yngri eitthvað? Jú, eitt er nú það sem ég man eftir, að það voru eins og 2 stóðhestar. Það var fullorðinn stóðhestur með son sinn, ungan, 3 vetra gamlan, hinn var orðinn 17-18 vetra gamall, og þeir voru í hólfi, svona túnhólfi, voru lokaðir þar af. En það var hlið á hólfinu sem hafði láðst að loka, og hinum megin í næsta hólfi, þar var hópur af stóðhrissum, og þá segir sá ungi við þann gamla, eigum við ekki að bregða á skeið og ná okkur í síkvora? En þá svarar að bragði sá gamli, nei, við skulum fara fetið og taka þær allar.
Ætlar að segja hvað með að lokum, Sigurbjörn? Já, Bjarni, mér finnst svona tilfallandi að láta þetta koma svona í lokin að við förum ansi frjálslega með talum kynlíf á skepnum. Og þá dettur mér helst í hug að stóðhesturinn, ég sé það að það er öfundasvipur á því þegar við talum stóðhestana. Þeir hafa svo margar í takinu og þeim borgað fyrir það. En það aftur á móti ekki alveg eins með okkur. Og þess vegna sé ég það á þessum löngunarsvip þínum þegar þú lítur hér salinn og datt í huga að segja það víf í þínum vegi, þú stóðhest hefur máttinn, en þó mun bið að bjarna degi borgað verði fyrir dráttinn. Já. En ég verði auðvitað að svara honum og ég fékk hann Jón í Skollakuröf til að svara fyrir mig. Ekki lengur út á labbi, endi móum hann hvergi finn, því hann Sigurbjörn vinur minn Silvíupabbi sestu hér að með klárinn sinn. Eigum við þá ekki að fá næsta gest til okkar? Gefum honum gott klapp. Já, við skulum aðeins athuga betur bókina sem ég er með hér í höndunum. Hún hefur að gefa margan fróðleik. Við skulum aðeins hugsa þá sem að rækta hesta. Einn heitir Sigurður Haraldsson á Kirkjubæ á Rangavöllum, allir kannast við hann. Hann á kynbótahrossi Dagfara Náttfarason, númer 776, og hann mun vera 3 eða 4 vetra núna. Það er sagt svo Dagfara að hann vel byggður hestur, hlutfallagóður og kemur vel úr herðum. En það sem mest hrífur í fara hans eru hreyfingarnar. Það svifið í brokkinu með ólíkindum og yfirferðinni, þá hringar hann makkan og ber höfði hátt. Og hann hóf ræktun fyrir 40 árum hann Sigurður. En hvað skildi nú hafa kveikt í honum þá hugmynd að fara að rækta hesta? Kannski voru þinn glæsilegu afkvæmi sem hann átti rétt áður sem voru tvífætt. Til dæmis eitt afkvæmið, Haraldur Sigurðsson. Ef að bjóða velkominn. Og það er sagt, einkennin á hrossunum á Kirkjubæ eru fínleiki og ljúft geð. Ertu velkominn? Bjóðum hana gott klapp. Bjóðum velkominn. Stígt á létt á moldarvang, fögur sólin skín. Stígt á svo að heyrist þangað hófa fötin þín. Stígt á svo að heyrist þangað hófast lögin þín. Á klappar hún til klárinn minn, í kvöld birtan skín. Á klappar hún til klárinn minn, í kvöld birtan skín. Við hljómkall hófa tinna, við hringa vildi gans. Við lefði síst í tindin, til við fyrir heitna lands. Við hljómkall hófa tinna, við hringa sísta dans. Við fyrir lefðum loftið, til við fyrir heitna lands. Nú svif ég frjálsum loftið, til við fyrir heitna lands. Fögur sólin skín, stígt á döðum bringinni, þar bíður stúlkan mín. Stígt á svo að heyrist þangað hófast lögin þín. Þá klappar hún til klárinn minn, í kvöld birtan skín. Þá klappar hún til klárinn minn, í kvöld birtan skín. Heyrðu, hvað er að stíða hérna eiginlega? Strákar? Á ekki að vera fjör hérna í kvöld? Viljum ekki hafa fjör, ekkert svona neitt dans. Viljum ekki hafa fjör? Viljum ekki hafa fjör? Meira fjör, meira fjör, meira fjör, meira fjör. Það bíða skulun, jætti lögin mín. Meira fjör, meira fjör, meira fjör, meira fjör. Að hljóma skulun, jætti lögin mín.
Vera fjör, vera fjör, vera fjör, vera fjör. Við tjándum dansan hljómar hátt, harmoníkan hljómar hátt, sangaði við þessum simri mót. Já, hér eru allt ekkert nema hestamenn í kvöld og þetta kvöld tileinkað hestum og þá má ekki gleyma einum frægum hesti en það einn alfrægasti, heimsfrægasti hestur í heimi, ef svo má orðið komast, en það Trygger og ekki má gleyma þeim frægasta knapa og það Roy Rogers. Ég Roy Rogers hér, sætur og klár, búinn að vera í þessum bransa í 17 ár. Ég eltist bóa og ræningja og kenndi þeim í hendur á fógeta. Hvaðan mann ég eftir þessu fjési? Þetta þó ekki en eitur fjési. Jú, sá maðurinn, manst þetta mér. Eftir ég mann, hvað að gera hér? Nú skal þú og þíð þitt úr bænum flýja, ella verða gatað sem mjólkur síja. Verður við eftir með framhleypuna, ég miklu klárari með harmonikuna. Stígt á létt á boltar vanga, fögur sólin skín. Í bænum undir brekkunni, það býr stúlkan mín. Stígt á svo að heyrist þangað hófast lögin þín. Þá klappar hún til klárinn minn, í kvöld birtan skín. Þá klappar hún til klárinn minn, í bönn birtan skín. Þá klappar hún til klárinn minn, í kvöld birtan skín. Þá klappar hún til klárinn minn, í kvöld birtan skín. Já, þetta var Haraldur Sigurðsson og hann undan Sigurði Haraldsinni frá Kirkjubæjar á Rangavöllum og svo lýst geðlagi afkvæmanna þarna frá Rangavöllum að það sé fínleiki og ljúft geð í fyrirrúmi. En það var konan okkur úr Reykjavík auðvitað sem kom í sveit, sennilega hér sunnanlands ef til vill norðanlands. Ég myndi nú segja hún hefði komið í sveit í Skagafirðinum og hún dáðist mjög að skepnunum á bænum, hundum og köttum og kindum og kúm og þá náttúrulega sérstaklega reiðhestinum sem að skartaði þarna í hlaðinu. Og hún bara var á því í bóndan, það var nú gaman að eignast einhverja skepnur og sérstaklega þá reiðhest. Og þegar kona var búin að tuða þetta lengi, þá segir bóndi við hana að fá sér, nei ekki munduru öðru sinni eða hafa stundarfrið. Findur milli fóta þinna fjörugan gæðing við og við. Ég afsaki, þetta býður svo mikið upp á þessi reiðmennska. En svo kemur vorið og grundirnar gróa. Vorið komið og grundirnar gróa. Og tek hann á beið, hesturinn flísar, ég hendi mér á hann og heitir svo norður á vindheima með. Líðanda leiðið, ég vaglega leið og fer svo að dreyma laglegan seg. Hestar með dansandi drengjum og snótum, drífandi brokkið og töfandi tönn. Gaman á þessum hjólhestabótum, duldur riðið, brokkað og tönn. Svo undir morgun við hávað og nögg. Ég opin í tjaldið og sjálfan mig legg. Bílar krunda í völan dafran, finnst þessi tilvera döpur og súr. Sjáirðu vola, þá hendu þér á hann og flýttu. Já, elsku besti, flýttu. Flýttu þér í útreiðartúr.
Þetta var Saga Jónsdóttir. Hún getur brugðist inn í mörg gervi. En músíktilraunir, það nefnist fyrirbæri þegar ungir hljómlistamenn koma saman hér í Reykjavík og reyna með sér. Og fyrir árið síðan lenti hljómsveitin okkur í 5. sæti frá Skagaströnd. En þeir fóru heim og gerðu betur, æfðu sig vetrarlangt, töluðu ekki orð við Hallbjörn, æfðu og æfðu. Og þegar þeir komið til Reykjavíkur núna 88, þá sigruðu þeir. Og það er hljómsveitin Jójó frá Skagaströnd. Við bjóðum það velkomna. Í hljómsveitin eru Ingimar Oddsson syngur, á trommónum er Kristján Blöndal, þeir pikka gítara Jón Arnórsson og Fannar Viggósson og svo er Viggó Magnússon spilar á bassa og þeir eru aldrinum 16 til 25 ára. Létt og laggott með Jójó. Við bjóðum hjartalega velkomna frá Skagaströnd. Gjörðu þið svo vel. Ég og hér í regni og ætla að tjalda hér og reyna eftir megni að skemmta mér. Tók með mér nesti og nýja skó. Ég er svo bróðir besti, já að víni nóg. Einn fyrir pappa, einn fyrir mömmu, þau eiga gott að geyma. Skál fyrir afa, skál fyrir ömmu, greið að sitja heima. Hitti sæta píu í þröngum buxum. Ég sá frá því hlýju, svolítið sem við hugsum. Við göngum upp með læknum og gerum ýmislegt sem annað er að segja, því það er dónalegt. Einn fyrir pappa, einn fyrir mömmu, skemmtar að því skal heia. Skál fyrir afa, skál fyrir ömmu, lifta við æla og deyja. Vaknað á kaf í druttu, rifin þar og hér. Allir voru á fullu að berja á mér. Ég bar í þessa belgi með vega stiku. Velta þessi helgi, skul ekki endast viku. Einn fyrir pappa, einn fyrir mömmu, eiga var gott að geyma. Skál fyrir afa, skál fyrir ömmu, greið að sitja heima. Einn fyrir pappa, einn fyrir mömmu, skemmtar að því skal heia. Skál fyrir afa, skál fyrir ömmu, lifta við æla og deyja. Einn fyrir pappa, einn fyrir mömmu, þau eiga var gott að geyma. Skál fyrir afa, skál fyrir ömmu, greið að sitja heima. Einn fyrir pappa, einn fyrir mömmu, skemmtar að því skal heia. Skál fyrir afa, skál fyrir ömmu, lifta við æla og deyja. Deyja! Hljómsveitin Jójó frá Skagaströnd. Oft grípur menn á eitthvað svona stundarbrjálæði og það töfrar stundum hestamennskan og þegar menn hafa farið í gegnum badminton og golf og skotmennsku og veiðimennsku þá eru margir sem vilja endilega eignast hest og fara að stunda hestamennsku. Það var einn piltur sem var nú svona velta þessu fyrir sér og vildi gjarna fjárfesta í góðum reiðhesti. Það hafði mikla áhyggjur af því hann gæti örugglega eignast svona góðan barnahest eins og sagt er. Hesturinn var að vera stiltur og þægur og ákaflega prúður og svo kemur hann loksins að máli við hestakaupmann og hann fyrir að tala um það við hestakaupmann að hvort að hesturinn sé ekki örugglega þægur, verður hann ekki góður og verður hann ekki stiltur þessi hestur sem endaði með því að hestakaupmann mistið þolinmæðina og sagði ef þú vilt fá stiltari hest en þennan þá verður að kaupa hann í pilsum. En nú er komið að því að gera svolítið stílskiptingu í söng. Við skulum bjóða til okkur velkomin í kvöld Bergþór Pálsson, barítónsöngvara. Gjörðu svo vel. Bergþór Pálsson, verður velkomin til okkar hérna í sumarskapið á Hótel Íslandi. Takk fyrir. Mér dettur nú svona í hug, mér finnst þú vera svolítið ferðabúinn, það var svolítið asaður í dag. Já. Ertu að fara í siglingu? Já, ég er að fara til Þýskalands. Til Þýskalands, já. Já. Og ekki ætlar að fara að vaska upp þar? Nei, ég ætla að fara að syngja óperu. Fara að syngja óperu, já. Já, ég er ráðinn þar í 2 ár. Já, hvar í Þýskalandi? Í Kaiserslautern. Í hvað? Kaiserslautern. Kaiserslautern, já. Og hvað ætlar að fara að syngja? Fyrsta hlutverkið mitt er Don Giovanni. Nefnilega það. Seffinn sjálfur. Nefnilega það.
Til hamingju með það. Þakka þér fyrir. Og veistu hvað tekur svo við svona í hlutverkaskráni eftir það? Eftir það syngi ég í Vopnasmiðjum eftir Lordsing. Já. Og svo nú eitthvað fleiri í vetur sem ég ekki alveg klár á. En Bergþór, nú var mér sagt, hvísla því að mér í dag að þú hefði verið í Vestmannaeyjum helgina að skemmta þar. Jú. Syngja. Já. Mér sagt að þú hafi bara verið að syngja með Greifunum. Já. Mér var búið að taka eitt lag með þeim og ég stóðst ekki mátið, sko. Þetta hefur alltaf blundað í mér. Og þú varst að syngja rock, Money og eitthvað fleira. Sko. Já. Er ekki hættulegt fyrir þig, Bergþór, að þú svíkir nú óperu elitjuna hér í Reykjavík með því að vera að göndla við það að syngja pop? Nei, ég ger bara það sem ég sýnist. Sem ég finnst gaman. Já. Var poppar í þér í gamla daga? Já, alltaf svolítið svona. Já. Og varst í hljómsveit? Nei, ég var bara með svona heimatilbúið trommusett og svoleiðis. Skeiðarna við matborðið og svona. Já. Eldra myndi spilla fyrir þér ef við myndum senda þeim skeiti til Þýskalands og segja þeim þú hefði verið upp á sviði með rockhljómsveit í Vestmannaeyjum. Já, við skulum ekki segja þeim það. Nei, það er bara það. En fyrst þú getur sungið Money með Greifunum, þá hlýtur þú að geta brauð og leik með okkur og tekið eitthvað gott og rólegt og skemmtilegt lag. Já, mér langar að taka eitthvað rólegra, sko. Eitt gamalt, rólegt Presley-lag. Eitt gamalt, rólegt Presley-lag. Ég treysti því að það verði vandað, Bergþór. Takka þér fyrir. Say the same words to someone else when I'm not there. Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion why torture me? Every time you call me and tell me we should meet tomorrow, I can't help to think that you're meeting with someone else tonight. Why should our romance just keep on causing me such sorrow? Why am I so doubtful whenever you are out of sight? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Why torture me? Darling, if you love me, I beg you wait a little longer. Wait until I drive all these foolish fears out of my mind. Why can't our romance just keep on going stronger? Baby, I'm suspicious, just true love is so hard to find. Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion why torture me? Baby, I'm suspicious, just true love is so hard to find. Bergþór Pálsson, takk fyrir. Jæja, góðu gestir, þá komið að happdrætti kvöldsins og ég ætla að biðja ykkur að taka upp boðsmiðan ykkar og vera viðbúin að koma hérna upp á svið leið og ég nefni tölurnar. Við draugum út 5 miða að venju og hinir heppnu frá Lindu Konfekt og Bíóterm snyrtivöru frá Rolf Jóhansen. Nú ætla ég að hræra vel hérna í. Blanda þessu vel. Fyrsta númerið er 90, 90, 610, 610, 325, 325, 59, 59 og 139. Gjöru svo vel að koma hérna upp á svið til mín. Nú eftir örstutt hlé, þá fáum við að sjá hérna heppnu vinningshafa.
Gjörðu svo vel, komið hérna upp á sviðið til mín. Hér eru hjá mér vinningshafarnir. Þessir fjórir hérna hafa fengið Lindu konfekt og Bíótörm snyrtivörur frá Rolf Jóhansen. Takk ykkur kærlega fyrir þáttökuna. En hér hjá mér ung og glæsileg stúlka. Hún mun halda áfram í minnsta bílahappdrætti í heimi. Það sem vinningurinn Peugeot 405 og hann frá Jöfri HF. Þetta víst bíll ársins í Evrópu 1988. Hvað heitir þú? Ég heiti Guðrún Markúsdóttir. Og hvað starfar þú? Ég kennari. Þú ert ekki hestakona? Að sjálfsögðu. Aha, gaman að vera á hestbaki. Og yndislegt. Það nefnilega, áttu bíl? Já, ég á bíl. Hvernig líst þér á að taka þátt í þessu bílahappdrætti? Það meiri háttar. Þú ætlar sem sagt að mæta þegar verður dregið. Já, já. Það nefnilega það. Við þökkum Guðrúnu kærlega fyrir og hér umslagið. Og þakka þér kærlega fyrir þáttökuna. Já, ef til vill hefði nú verið smekklar að hafa reiðhest í vinningi í kvöld. Ég segi nú svo tek svona til orða bara. En Jón frá Stapa, hann nú ættaður frá Stapa í Lítistarhreppi í Skagafirði. Honum ratast oft rétt á munn, eða hvernig maður orða þetta nú svona skemmtilega. Hann sagði svo skemmtilega: Gjarnan verður gleði mín og gjafir drottins bestar, söngur kátar konur vín, kveðskapur og hestar. En bjóðum hjartanlega velkomna ofan úr Borgarfirði, flokk hestamanna undir stjórn Reynis Aðalsteinssonar, sem allir kannast við. Reynir, vertu velkominn með þína menn. Sumarsól, signir fríðandal og hól, allt í fjöri yðar titrar, ángar blóm fyrrum kól. Fjölla ganga físir þá, ferða langa stór og smá, fjalla tindar hlaða, lokka löngul magnast brennur þrá. Hæsum á tindhöfi, fagnandi förum, áfram hærra, upp á þig skulum ná. Logn og blíða sumarsól, signir fríðandal og hól, allt í fjöri yðar titrar, ángar blóm fyrrum kól. Fjölla ganga físir þá, ferða langa stór og smá, fjalla tindar hlaða, lokka löngul magnast brennur þrá. Hæstum á tindhöfi, fagnandi förum, áfram hærra, upp á þig skulum ná. Reynir Aðalsteinsson og félagar hans úr Borgarfirði. En við verðum endilega ljóða á Reyni. Hvorki vill né verka sljór, vanur ýmsu stappi, Reynir háværan hrossakór hefur nú æft af kappi. Og þetta orti Jóni Skollagróf fyrir mig. Segðu mér Reynir, Skollagróf, já. Segðu mér Reynir, alltaf svona mikið fjör hjá okkur, hestamönnum í Borgarfirði? Já, já, það alltaf fjör hjá okkur. Syngið alltaf svona vel og vandað, heyrðu þið flengriðum héruð? Það nú kannski bara að sanna svara því, en við æfum svolítið svona og
löngum vetrarkvöldum. Fer þetta vel með raddböndina hlunkast svona í söðlinum lengi dags? Já, það virðist vera því að það hefur alltaf loðað við hestamenn og þeir syngja. Eru þið samhentir hestamenn í Borgarfirði? Já, ég tel það, við sem mjög samhentir. Og ræktið góða hesta? Já, okkur finnst það, Þorkatli finnst þið og annar. Við skulum vona að það rís ekki deilur uppi þetta orðarlagans raunis. En hvaða kappar eru með þér hérna? Þetta svona hluti af söngbræðrum. Kallakór sem við höfum í gangi þarna upp frá. Og þetta eru hestamannarnir úr þeim kór. Höfðu þið tíma til að hlaupa frá slettinum? Það er rigning núna. Hræðilega þetta heimskulega spurt af mér. Nú ég skammaður af landbúnaðarráðuneytinu strax í fyrramálið. En ef ekki að fá hann til að syngja meira, Reyni og hans félaga, hvað segir það? Jú. Við fá okkar ljúft næst, Reynir. Hvað ætlar að láta hópinn Kanapanna syngja með þið núna? Syngjum ekkert ljúft núna, syngjum við bara létt. Við syngjum núna Artur Bellmann, annað Bellmannslag, með texta eftir félag okkar upp í Borgarfirði, Magnús Sigurðsson Gilsbakka, og það heitir Ég fer á gleðifundinn. Ég fer á gleðifundi, Reynir Aðalsteinsson og Knapar hans úr Borgarfirði. Gefum við gott klapp og hvetjum þeim til söngsins. Kannski ljúfan mín. Við söngvar ljúfa ljóða og léttan hlátur glaðra fljóða. Verðinni víni bjóða, þá verða sumir miður sín. Æ, ljúfan mín, þá gleymist heitið góða að gæta sín. Á augu sígur móða, úr minni líður bauga lín. En þegar söngur dvín og trítur öfa vín, þá ferðu með mig heim til þín. Aðalsteinsson og félagar hans Óla Borgarfirði, takk kærlega fyrir góðan söng. Við verðum ekki að berja þá til þeir hætti að syngja. En það er svolítið forvitinlegt ef við aðeins lítum öxl. Ólafur Stephensen, amtmaður, skrifaði svo fyrir 200 árum síðan, hann var mikill áhugamaður hesta virðist vera, því hann segir svo í grein íslenska hestinn: hvítir hestar eru oft lundhægir, í þeirra kropp vatn og kuldi mikill, þeir eru hestar stiltastir og stöðugastir, það er hvíti hesturinn. Jarpir eru glaðsinna, þeir eru blóðumiklir, fótfeimir, liðugir að temja og verða hesta elstir. Leggið þetta nú vel á minnið, hestamenn. Rauðir eru hugaðir, í þeim ærið fjör og galsi mikill, þeir eru því hesta grimmastir og hofmóðguðastir. Svo það svartir, við brúna köllum, þeir eru þunglindir. Þeir eru oft latir og þunglífir, þeir eru rægir og teljast hesta lakastir.
Undankast fáeinir komnir af besta hestakynni. En bregðum okkur til ársins 1988 og fylgjumst með nútíma hestadómum og lýsingum. Gott kvöld og verið velkomin hér í beina útsendingu frá hestamannamótinu á Sundheimamélum í Axarfirði. Mér til aðstoðar hér við kynningar frú Sigríður Pétursdóttir frá Grund í Mjóafirði. Þó hún beri það nú reyndar ekki utan á sér. Fyrirgefðu, þetta var smá grín hjá mér. Nú hér það bíl að hefjast 350 metra skeið. En áður en það hefst ætla ég að koma með úrslit í kynbótasýningunni. Sigurvegari þar var Guðmundur í Gröf. Hann sýndi 12 afkvæmi. 6 stúlkur, 5 drengi og 1 hund sem átti með fyrri konunni sinni. Nei, seinni. Með seinni konu? Ég sagði með fyrri konu, já með seinni konu sinni. Já, með seinni konu. Með seinni konu sinni, já. Nú, þetta var fríður hópur. Það byrjaði á því að hann var sýndur í kvöldkjólum frá tískuverslunni Guðrúnu. Síðan kom hann fram á sundbolum og vakti það mest athygli hundurinn sem var í bikini. Nú, ég sé að hlaupið ekki alveg orðið tilbúið, ekki alveg ennþá, en mig langar til að segja frá verðlaununum við skeiðinu. Sko, fyrsti knapi, hann fær í verðlaun hnakka. Úr kjötbúð Austurbæjar. Þetta eru svínahnakkar, ágætir á grillið. Hesturinn, hann fær dýrlegan kvöldverð fyrir 2 í fóðurmiðstöðinni í sambandinu. Og gistingu í okkar nætur sláturhúsi Raufarhafnar. Ég sé að hestarnir eru tilbúnir í ræsinu. Og fyrstu braut lóðvarði og það sigur fyrstjum. Annari braut Snarri frá Barði. Já, eigandinn Nonni frá Vatni. Já, og það bróðurinn sem ríður honum. Sem ríður honum, já. Sko, Snarra þarna. Já, Snarra, já. Heyrðu, á þriðju og síðustu braut Júli frá Brekkum. Júli frá Brekkum, já. Já, þau vildi nú enginn ríða honum, þannig að hann fer bara einn. Nú, hann fer bara einn, já. Nú, þá er nú að byrja að fylgjast með þessu og vita hvort þinn tekst að liggja alla leiðina. Nú liggja þau. Já, nú er það komin á stað. Já, forystuna hefur tekið Gauja Snorra. Já, og þeir liggja og þeir steinliggja bara báðir. Já, alveg báðir. Ræsinn hefur sennilega bara skotið á. Já, líklega. Ómögulegt það eru með blindan ræsi, svo það er alveg glata. Heyrðu, nú hefur Júli Brekku tekið forystuna. Hann hleypur upp. Nú, hann er bara allur á upphleyptum á þeir einn. Hann er sennilega komið með hlaupabólu. Já, þú séum þetta laga hann. Já, hann er úr keppni. Já, er hann úr keppni? Já, nú er bara einn knap eftir. Nú, já. Já, og það er sigur á fitjum á Lóu. Á Lóu, já. Já, nei, heyrðu, heldur hann hafi ekki kastað honum að baki. Já, það sé skrít, en það er svo leiðilegur. Já, ég er ekki því sem Heyrðu, já, og nú ætla Sigur... Það verður ekkert hlaupir, hvað er heldur svo öflega þetta? Nei, það er bara búið. Og hvað hefur að gera við verðlauni? Já, hvað hefur að gera við verðlauni? Erðu Sigríður? Já. Ég má víst ekki bjóða þér í mat eftir mótið það. Jú, þú mátt það geta hvað? Á fóðustu sambandsins í Vatnagörðum. Segjulega dónaskapur er þetta ekki okkur orð til eigum ykkur sem hlætur ekki út einni mál. Ég hef svo aldrei. Það skýti svona að anskotan sjálfur. Hann góða mann eftir þetta. Randver Þorláksson og Saga Jónsdóttir. Þegar ég las upp hér 200 ára gamla lýsingu Stephensens þá hrópaði einhver hér lygi. Það getur auðvitað sé allt saman lígi hjá Ólafur Stephensen, það hefur svo mikið breyst, tölvutæknin eru komið til sögunar og svona, hestarnir hafa líka breyst, húsin hafa breyst, fæðið og allt annað, en ég veit ekki nema að hestamennir hafi líka breyst og þeir fá mismunandi gott uppeldi, þessir hestamenn, en við skulum bjóða velkominn Erling Sigurðsson. Vertu velkominn, Erling. Og fyrir þá sem ekki þekkja Erling, þá er hann sonur Sigurðar Ólafssonar, söngvara og knapa.
og hestamanns. Mér eftir í hug, Erling, í svona fyrstu hendingu, hvernig voru nú þín fyrstu kynni af hestinum, íslenska? Já, það nú æði langt síðan. Ég búinn að vera svo lengi 29 ára, svo ég ætla nú ekki að ræða málin nánar hvað aldurinn snertir. En það fyrsta sem ég man eftir í sambandi við hesta var sennilega þá yfir svona 3-4 ára og þá átti ég heima inn í Fagradal í Sofamýri sem að þá var sveit og ég man að pabbi átti hest sem að var mjög slægur. Nú málið var það að á þessum tíma átti pabbi svona hálfgerðan sirkushest sem að Sníill hét og sá hestur hann vann sér það til ágætis að leika í mynd síðusti bærinn í dalnum. Býtu aðeins við að leitt þú segir sirkushestur, ekki var hann að standa á framfótónum og spila á flautu eða eitthvað svoleiðis? Ekki beint, en pabbi hann kenndi honum ýmsar kúnstir samanber að fara upp á herðar á sér, standa á dósum og gera hinn og þessa kúnstir og það voru hafðar þannig æfingar, það voru krakkar látnir sita á baki honum, standa á honum, skríða undir kvið og labba á milli fram- og afturfóta og ég tók mjög vel eftir þessu. Nú, svo hérna var ég nú ekki alveg með í myndinni, svo ég vildi nú aðeins reyna á þetta. Nú, þessi hestur sem sagt, eins og ég sagði, var mjög slægur og pabbi fekk hann fyrir það fyrst og fremst að hann var mjög slægur og þorði enginn að eiga hann. Fekk hann fyrir lítinn pening. Nú, það skeði það að ég fyrir út í hesthús og ég vildi fara að reyna við þennan hest að gera svona kúnstir eins og hinni krakkarnir, ég vildi vera með, ég fekk ekki vera með í hinu sko. Ég skríð undir kvið og ég man að hesturinn, hann var ansi viðkvæmur og síðan man ég það að ég labbaði undir kviðinn og milli framfóta, þar í gegn og svo tilbaka og ég man að klárinn hvæsti mikið og frísaði og svo milli afturlappana, vafði taglinu utan hausinn á mér og var mjög ánægð með þetta náttúrulega og þá man ég að klári lyfti upp annar löppinu og ég segi ætlar að slá mig ætlar að slá mig helvítið og í því er mér litið út í dyr og þar stendur pabbi alveg agndofa að reyna að fá mig tilbaka með smá lokkeri og það verður úr en þessi víga hestur hann sló aldrei eftir þetta. Nefnilega það er líka. En segðu mig, þegar foreldraðinni fóru nú í löng og erfið hestaferðalög, varstu þá settur í fóstur hjá góðu fólki? Já, það kom nú oft fyrir, maður var sendur eitthvað upp í sveit að þetta var nú yfirleitt á þeim tíma sem að þegar að júlí var og ég man að þetta var einu sinni þegar ég var í sveit hjá vinkonu minni og konu sem að ég dyrka mikið, Helgu Larsen á Engi í Mosfellssveit og hún bjóð þá á Hjalla og þá var ég í sveit hugsaður í Sofamýri, svo þetta er nú svolítið skrítið að vera 29 og ég man það að Sníill var þarna hjá gömlu konni og mig langaði á bak og ég var svo stuttur og ég komst ekki á bak svo það var að finna ykkur ráð og ég fann með fötu og reyndi að fara upp á fötuna og það gekk ekki þá fekk ég mig aðra fötu og setti hann ofan á hina fötuna og svona gekk þetta langa lengi og ég man að gamla kona sagði mér þetta mörgum árum setna að ég rölti á eftirklárnum í hálfan 3 tíma og það endaði, ég var alltaf til að vera djöfulli keppnismaður og þrár og það endaði með því að ég komst á bak. En segðu mér Erling, erfist þessi hestabaktería milli kynslóða í getnaði, svo við segjum nú bara eins og það nú það. Ég veit ekki hvað gamli maðurinn og mamma myndur segja með það. Nú, við erum 6 systkinin og ég held ég með að segja það ég sé svo eini sem er virkilega með bakteríuna. Hinn systkinin alltaf því taka nefið þegar þau mæta mér. Þuríður systir minn, hún hefur svona smá áhuga en ég held að þetta sé eitt af því sem er bara meðfætt. En mér dettur í hug, þú ert nú frístundahestamaður, stundar náttúrulega vinnu eins og garpur alla daga og ferð síðan eftir vinnu til að sinna hrossunum. Eru hestamenn öðruvís en annað fólk? Já, þú talar það að vera atvinnumaður og áhugamaður. Það hafa margir haldið ég var atvinnumaður en ég fer nú eins langt og lengra ef ég kemst og jú, hestamenn þetta er sérstakt fólk. Já. Alveg og ég myndi segja það að þetta er mjög lífsglatt fólk
og kátt. Þú sást nú bara hérna Reyni með sína menn áðan. Þeir eru söngelskir og ég myndi segja að það verið mjög stutt svona í Gunnar og Hlíðarenda á þessa stráka sko. Já. Upp á fjöllum og þetta. Stutt í Indíánan. Já, Indíánan, já. En eru ekki fáir fílupokkar innanum í hestamannahópnum? Ég sko, það eru örfáir sem hafa þrifist þar í 1 til 2 ár og svo hafa þeir strókast út. Ekki til fílupokkar hestamann. Það er gott, já. En Erling, lifa hestamenn lengur en aðrir? Það er ekkert vafamál. Já. Ég get nefnt sem dæmi að ég er búinn að kynnast mörgum gömlum snillingum. Við erum að tala menn alveg á tíræðisaldri og konur jafnvel yfir 100 og alveg í fullu fjöri. Til dæmis þekkjurðu Höskuld á Hofstöðum? Já, hvort ég þekki. Ég man það að ég var í sveit í honum hérna rigningasömurinn 1955 og þá fara nú margir að spá í aldurinn alltaf. Og ég man það að Höskuldur er maður sem ég tel að hafi verið svona 30 árum á undan sinni samtíð. Hann hafði svo margt sem aðrir höfðu ekki og ég hafði ekki kynnst þessu, ekki eins og hjá pappa. Og ég man eftir því að oss sem áður að þá fórum við Höskuldur í reiðtúr á kvöldin þegar við vorum búin að vera í heiskap og öðru. Og ég man sérstaklega eftir gráum hesti sem að Höskuldur átti þegar ég var í sveit hjá honum. Og hann var búinn að vera á sölulista töluverðan tíma og það voru margir efnamenn úr bænum sem höfðu áhuga. Kallinn píndi þá úr lón og dón. Svo var hesturinn falur og það gerði sig einn maður hérna gjarnan á að koma. Líklegur til að kaupa hann. Og mjög líklegan til kaupa. Nú það skeður það að kallinn mætir og rétt áður en hann rennir í hlað og þá segir Höski við mig: Elli, ef ekki fara út í hesthús og draga undan honum á attan. Þá var hann farin að hugsa jafnvægisjafningar. Síðan var klárinn tekinn út og riðið á Moldargötu og túni, alveg fálmandi hágengur og flottur og hesturinn keyptur. Nú ég man það að 3-4 vikur seinna þá kom kall til kallsins að hesturinn væri eiginlega ekki eins og hann hefði verið þegar hann var sýndur. Einmitt. Og þá sagði Höskuldur: eitthvað líkar honum ekki bæjarlífið, sendu dýri til minn tilbaka. Þetta var stór skemmtileg saga af hestafrangi. Við skulum ekki alveg sleppa Erlingi vegna þess að Jón í Skollagróf, ef það ekki með rétt, hann segir Erling: hanskatökin hörð á stinn, hvergi svipur glettinn, aldrei sé ég Erling minn eftir gefa sprettinn. Þakka fyrir spjallið, Erling. Og þá er komið að léttu rokki, það er hljómsveitin Jójó.
vel. Endina botfríði bestar ég til, og fríður brauðfjöll hún endast vel. Allt gott sem endar vel, allt gott sem endar vel. Endina botfríði bestar ég til, og fríður brauðfjöll hún endast vel. Og þetta hljómsveitin Jójó frá Skagaströnd, Ingimar, Kristján, Jón, Fannar og Viggo. Við glemdum einnig söguálum Erling. Það var þegar hann var í 250 metra stökkinn í Keflavík. Hann var alveg kominn að marklínu þegar hesturinn hnaut með hann og steinlá á hliðina. Erling líka og misti meðvitund, einmitt á marklínunni. Starfsmenn Skeiðvallarins hlupu til og fóru á stummin yfir Erling. Og þegar hann rankaði við sér þá sagði hann, hvar var ég í röðinni? Nú góðu gestir, það komið að lokum þessa þáttar. Stöð 2 og Stjarnan þakkar ykkur fyrir samfylgdina í kvöld. En að lokum þá munum við fá hér fríðan hóp af söngfólki til að syngja lokasyrpuna og þið að sjálfsögðu takið vel undir og drífið okkur á gólfið og dansið með. Þá það lokavísan. Það varla hægt að tala svo hestamennsku, það þetta með tvíræða orðalagið. Ég alveg í vandræði með þetta þegar vísurnar þær bjóða alltaf upp á þetta. Hér kemur heilræðavísa frá Jóni. Af því hyggi maður og mær, mega við holdið stríða, enginn af því eyðni fær, út á hesti að ríða. Takk fyrir skemmtununa og endilega dansið með okkur, gjörðu svo vel, dansið, gólfið ykkar. Takk fyrir skemmtunni í kvöld. Ríðum, ríðum, rekum yfir sandinn, brennu sól á bak við allar ferð. Hér á Reykjær margur óneitt handinn, úr því fer að svíkja á jökulsverð. Drottinn leiðir röskullinn við, nú verður síðasti áfanginn. Drottinn leiðir röskullinn við, nú verður síðasti áfanginn. Ríðum, ríðum, rekum yfir sandinn, löggvið að sí á heldur breið. Álfar loftning að veisla gamning, ekkert gott að verða á hennar leið. Æstar lárir vil ég gefa til að vera komin ofan í Kiðagil. Æstar lárir vil ég gefa til að vera komin ofan í Kiðagil. Ég veist á báti fráum framum með og krafta bílum áum hleypi ég og goðan kissir til, og goðan kissir til. Á harða verða skreppið hendist áfram lárin minn. Það sem björninn fljúi mótin ég, sem fólkur loftin fljúi kárin hver. Og lund mín svo létt, og lund mín svo létt, eins og grænir gjörð á tífi geisa fram í einum streng. Gjörð í hælar færir fákur nefn, ég hjarta réttar hærir lærir ég. Að vinna björnhögstinn, að vinna björnhögstinn, nú nesti gæla kaffir góði gestir klárir minn. Við halda hím til náttúrulega hvessir frá og ringa reiki makka horfir á. Svo faxi flaskast til, svo faxi flaskast til, undir syngur söngvað léttir sáttir tóna spil. Með læg og sprettir léttir lítu á, við eigum brekku eftir hún há. Nú vægjum við við stöng, nú vægjum við við stöng. Áður söng og hófa hljóð í förum ljúfa djöfla öll. Ég tekur hestinn, þú sérðum landið, við skulum hleypa